Góðan daginn, bestu mín, eða góða kvöldið, klukkan alveg að ganga 10. Velkomin í annað vlog. Ég búin að vera ángríns on fire. Ég búin að vera að setja bara vlog. Þannig að hér annað, eða ekki komið leið á mér. Ég ein heima með Oliver sofandi. Og hann sko búin að vera alveg frekar erfiður í þessari viku að sofna. Hann búin að sofna bara, hann bara búin að vera í einhverjum galsa á kvöldin. Þannig að ég hef ekkert náð svona að eiga svona me-time á kvöldin, þú veist, foreldrar tengja, þetta bara svona þegar barnið sofnað og það bara komið svona ró í húsið og þú byrjar svona að ganga frá og síðan getur bara svona sest og notið, þú veist, ég ekki búin að fá neitt þannig í vikunni. En hann sofnaði á fínum tíma í kvöld, hann sofnaði held ég bara rétt yfir 8. Þannig ég chillaði aðeins inn í herbergi með honum, svo talaði ég aðeins við Ástu á FaceTime og gekk aðeins frá hérna í eldhúsinu eftir kvöldmat og var bara að ná í gymtöskuna mínar og vinnutöskuna mína og ég fekk svona hugmynd. Ég var bara eitthvað svona, á ég kannski að taka smá svona, ég veit ekki, rútínu, hvernig ég held mér í rútínu, hvað ég geri kvöldi áður til að plana næsta dag, hvernig dagarnir mínir eru. Ég er búin að vera á ógeðslega góðu róli núna bara seinustu vikur. Ég var alltaf á leiðinni að taka sko 30 days hard, þar sem að þú tekur bara, fylgir nokkrum reglum og ert bara geðveikt ströng og kemur þér bara í geggja form og geggja rútínu með því að fylgja þessu. Og ég var eitthvað svona í vikunni eitthvað svona, ætti ég kannski að fara að gera þetta? Og svo var ég bara, en ég samt semi að fylgja þessu. Ég ekki að borða mikið nammi eða óhollt, drekka ekki áfengi, ég fer í ræktina alla virkadaga, var að taka mér bók á bókasafninu í gær, reyndar ekki í sko, ég veit að ég eins og 75 hard þá þarf að lesa bók sem ekki skáldsaga, heldur meira svona motivating bók. Þetta er skáldsaga. Það bara svona nokkur hlutir sem ég búin að vera gett góð í að fylgja án þess að vera eitthvað svona beint, þú veist, þetta bara orðið svona partur af rútínunum minni. Sem að þannig sé líka, þú veist, markmiðið með eins og 75 hard. Þú veist, þú tekur þessa daga og síðan átt að taka það áfram með þér í lífsstíliðinn. Og ég held bara að ég sé á, þú veist, frekar góðum rútínu stað í lífinu núna. Þannig já, mér langaði svona að gera smá vlogg sem að væri svona smá motivating vlogg líka. Bara svona peppa ykkur í að halda rútíninu ykkar áfram og svona dagar í lífi vlogg en samt svona motivating rútínu fókus. Ég var með podcast í eyranu, ég var bara að fara að detta í, þú veist, þrifgír og plana morgundaginn gír en mér langaði bara að sýna ykkur. Ég satt alltaf með 2 töskur, íþróttatösku og vinnutösku. Ég geri þetta alltaf á kvöldin, ég svona kem þær inn í eldhús, tek allt dótið frá deginum upp úr og set nýtt ofan í það sem ég get sett, þú veist, kvöldið áður. Þetta eru gymföt frá því í dag, þannig ég þarf að fara að velja með gymföt fyrir morgundaginn. Ég reyndar skildi skipulagningsbókinu mína eftir í vinnunni, alltaf, ég skrifa bara hérna á morgun. Ég ætla að laumast inn til Oliver og velja með gymföt býta eins. Ok, ég valdi föt fyrir morgundaginn. Svartar svona straight pants frá Noel Studios, ógeðslega þægilegt efni. Og svartur, bara svona bómyndabólur frá Pretty Little Things. Ég fann hreint handklæði, þannig bara að setja handklæði ofan í af því ég fer alltaf í sturtu í ræktinni. Íþróttaskotnir mínir eru alltaf ofan í. Þetta eru íþróttaskotnir sem ég nota ef ég er að fara á æfingu. Og svo ég hérna með ef ég er að fara í Worldfit, en það leiðilega Worldfit á einhver morgun. Ég valdi líka gymföt, ætla að geyma þau hérna á baði, af því ég klæði mig alltaf á baði. Mettabuxur, Gymshark toppur og Amazon svona hlýðabólur. Og Shein, svona íþróttapeysa. Mér fannst það cute út af því að svona grænt og grænt, skilur. Þannig að ok, föt, check. Ég er alveg vel í föt fyrir Oliver líka. Ég er búin að vera að reyna að hafa hann í svona matching settum nýlega því mér finnst það svo cute en ég hef alltaf verið ekkert eitthvað mjög mikið að kaupa sett á hann. Alveg smá erfitt að kaupa sett á stráka, sko. Ég hengi upp öll settin hans, þú veist, inn í skáp og svo eru fötin hans, þú veist,
hérna. Mér finnst þetta hérna svo sætt jogging-set. Þetta bara svona cozy buxur. Og mér finnst þetta svo flottur fjólublár. Ólafur svo sætur í þessu. En þetta pirrandi það strax komnir, sést ekki betur, hérna, strax komnir fitublettir. Það fitublettir í öllum fötunum hans, sko. Ok, skýrskvisa sem hann var að drekka. Svo bara hvaðsokkar, ekki skoppsokkar fyrir takk. Þannig að gráisokkar. Og svo hef ég vanlega bara í einhverjum þunnum ból undir. Þannig að ég þarf alveg að fara í sturtu þar sem að ég þvæja mér hárið. Ég ætla í sturtu, svo að hárið mitt geti þorna á meðan ég klára að laga til. Ég þarf að laga til inn í Oliver og það er ekki alveg frekar hreint frá mig. En ég reyni alltaf að ganga bara á dótinn hans á kvöldin af því þá finnst honum miklu skemmtilegra að leika inn í herberginu sínu daginn eftir. Þannig að hérna þarf að ganga bara frá smá dóti, allt út í dýrum. Ég ætla að fara í smá sturtu, taka smá skincare og leyfa svo hárinu mín að þorna meðan ég laga til. Ég kom upp í sófa með þessa. Ég Ólafur fór sérst á bókasafni í gær. Ég valdi mér eina bók og las nokkrar blaðsíður á bókasafninu í gær og ákvað bara að taka hana með mér heim og reyna að klára hana. Og þessi klaka vil ég get ekki. Ég var sko að reyna að pása hana áður en ég myndi íta play af því heyrið hvað hún hávær. Þess að ég sé bara á einhverju vinnusvæði. Pray að á næstu dögum komi, þú veist, hillan inn í þvottahús og ég geti bara fara að klára þetta. En vatnsbrúsi og bók og ég ætla að lesa, held ég bara þangað til Brynja kemur heim eftir svona, hann örugglega að koma heim eftir svona 20 mínútur. En ég ákvað sem sagt áðan að setja svona timer á símann minn þannig að öll öppin í símanum læsast klukkan 9 nema eitthvað svona nokkur upp sem ég valdi, þú veist, podcast og messenger og vinnuappið mitt og eitthvað svona. Ekki TikTok, ekki Instagram, ekki bara eitthvað svona óþarfa skroll og þú veist, ég er bara ekki búin að pæla í símanum mínum, þú veist, eftir að hann læstist, þannig að já, ég ætla að reyna svona að hætta í símanum á kvöldin og vera, þú veist, frekar að lesa bók. Ég reyndi að skildi YouTube appið ólæst líka út af því mér finnst, þú veist, allavega kontentið sem ég horfi á YouTube, það er allt mjög svona, þú veist, ég horfi bara vlogg á YouTube, það er allt mjög bara svona wholesome content sem ég horfi á. Sem mér finnst bara motivating, sem peppar mig bara mjög mikið í næsta dag, þannig að þú veist, mér finnst YouTube alltaf lægi, en það er TikTok sem er bara eitthvað brain rot og bara, þú ert bara að skrolla og þú ert bara að sjá kvíðavaldandi hluti fyrir svefnin og þú veist, ég þarf ekki á TikTok að halda fyrir svefnin. Ángríns, ég er búin að vera líka að eiga smá erfitt með að sofna á kvöldin, þannig að kannski hjálpar að bara slaka hugan og lesa. En já, þetta eru svona kvöldin mín þegar Ólafur sofnar á öðrum tíma sem er yfirleitt en hann er búin að vera eitthvað erfiður í vikunni. Og aftur var þetta skyndiákvörðun að taka upp vlogg þannig ég var ekki búin að hlaða myndavélarnar mína og hún er að blikka á mig þannig að ég ætla bara að segja góða nótt, Arnón deyr. Sjáumst í fyrramáli. Dæ, Lúli. Viltu fá mat? Já. Grætturinn kom með bleikmat. Barnið komið með skvísu. Ég vaknaði seinna en ég ætlaði að vakna. Klukkan, mér hringdi klukkan 8 og snúsið mitt hefur ekki virkað þannig ég er alltaf með backup klukku svona in case sem er 8:30 þannig að hún hringdi síðan bara. Þannig ég ætlaði í rauninni að vakna svona 8:10 en enda á því að vakna 8:30. Ég flakka svolítið inn á bað og fram til skiptis og ég er alltaf að gera skincare mín og ég vil alltaf gera það, þú veist, sem ég vil leyfa hverju skrifa að þorna þannig þetta er alltaf okkur. Ég fer inn, fæ mig tóner, kem fram, fæ mig kaffi. Fer inn, setja mig serum, kem fram,
klæða Oliver. Þannig já, ég þarf bara að klára að gera skincare, klæða Oliver, klæða mig, letsa út úr húsi. Klukkan sko orðið 9 sem er tíminn sem ég reynir vanlega að vera mætt með Oliver en það er alltaf í lagi að ég sé að ná aðeins styttri æfingu í dag út af því að ég var að pæla út af því að ég ætlaði að taka kardíóæfingu í dag og ég þarf ekki jafn mikinn tíma í kardíóæfingu þannig að já, ég ætla bara að gera það. Ok, þá er ég lögðast á því daginn meginn. Ég er sko eiginlega ekkert búin að ná að drekka á kaffinu mínu. Þetta voru, já, 20 mínútur af snúsi sem ég var ekki alveg að biðja Ég veit ekki alveg hvað gerðist. Ég ýtti sko á snús, en það alveg virkaði ekki. Og þetta er ástæðan akkurat alltaf að hafa backup klukku sem svona seinasta lagi vil ég vakna þarna. Ég hef í rauninni bara hálftíma á æfingu og mér finnst hálftíma allt í lagi fyrir kardíóæfingar sko. Ef ég hefði ekki verið með kardíóæfingu, þú veist, planaða, þá hefði ég örugglega breytt æfingunni, þú veist, segjum að ég hefði ætlað að taka bara leg day í dag, þá hefði ég breytt í kardíó þegar ég kom með svona lítinn tíma til að æfa. Ef að þú ert einhvern tímann, þú ert einhvern tímann lengi að koma á æfingu og hefur allt í einu gert stuttan tíma eða, þú veist, eitthvað svona, farðu allavega og gerðu eitthvað. Farðu og labbaðu í halla í 20 mínútur eða taktu stigavélina í korter hálftíma og þá er það bara orðin geggjuð kardíóæfing. Eða farðu bara taktu smá maga eða þú veist, þú getur alltaf gert eitthvað á stuttum tíma. Ástæðan akkur ég ætla líka að taka kardíó í dag. Ég er ekkert mikið að taka svona sér kardíó daga. Ég er með svolítnar haspurur í efri búk og ég tók neðri búk í gær og ég er að fara að taka WorldFit æfingu á morgun og það er náttúrulega bara að fara að vera eitthvað dauði þannig að mér langar smá bara svona, þú veist, ég veit ekki reyna á eitthvað svona ákveðin vöðvahóp í dag heldur bara svona taka smá kardíó. Ég geti verið góð á æfingur á morgun. Ég held ég geti sýnt ykkur, ég veit ekki að snúa myndavélinni. Það er sjúklega fallegt. Vá. Ok, ég fekk stæði á besta stað. Það er alltaf ógeðslega erfitt að fá stæði hérna í Hafnarfirði og sérstaklega ef ég er eitthvað tæp, ef ég er að mæta seint og hefur lítinn tíma, þá er ég alltaf svona 10 mínútur að leita stæði. Klukkan er korter yfir 10 og smá abs í lokin sem var bara næs og ég er að reyna að taka aðeins meiri kviðaæfingar. Segja ógeðslega margir að kviðaæfingar, þú veist, að kviðaæfingar gefa þér ekki magavöðva. Það er ógeðslega margir sem eru bara, ok, þú fær magavöðva með því að borða og með því að taka bara, þú veist, brenna fitu bara allstaðar. Og þú veist, jú, það er örugglega alveg satt, en mér finnst ég samt alltaf sjá mun á, þú veist, maganum mínum þegar ég er búin að vera að taka mikinn kvið. Þá finnst mér eins og mitti sé að mikka og ég sé að, þú veist, glitta í smá pakkara og, þú veist, eins og þegar ég var í trimform, þá, sko, ég saknaði trimform svo mikið, en ég bara næ ekki að gefa mig tíma, þú veist, inn í dagskránum mín alltaf að fara í það. En trimform hjá Hrönn, eða þú ert að pæla í trimform, ódýrasta trimformið á landinu og besta, er að borða smá skyr. Costco var að leggjast af með Oliver út og þá var ég bara, fokk, ég er ekki með neitt mat með mér og ég er að spara pening, þannig ég nenni ekki að kaupa mér eitthvað. Þannig ég pakkaði hleðslu, skyri og einni flatköku sem er ekkert eitthvað æði mikið, en það er betur en ekkert. Þannig ég ætla að borða skyrið og svo ætla ég bara að fara niður á, þú veist, ég er bara leiðin niður á stofu að vinna. Ok, ég er komin fyrir þann NM. Ég er að sækja smá pakkaæfingar, ég er að fara í samstarf með Betty Crocker. Þannig að ég ætla að fara inn og sækja.
Þessi er komin heim og er að leika sig með dýri sín. Keypti nokkur hluti sem vantaði, þetta kostaði 7.000 en ég keypti náttúrulega sko bleiur og svo er valentínsdagur á morgun þannig að ég ákvað bara að kaupa smá kjöt fyrir Brynjar. Ég hafði ekki tíma til að velja mér mat þannig ég þarf að fara aftur í búð á morgun. Þetta er Betty kassin. Ég var að byrja með einhver svona sugar free mix. Þetta er sugar free. Þetta er sugar free og þetta er bara eitthvað svona classic með sugar og hvort það ég gera svona eða þetta fyrir valentínusar og svo súkkulaði og ég skráði spinning hjá Natalíu eftir klukktíma korter. Held ég sé að frá að bókum við úrunum. Ég var að komast bara inn á biðlista fyrir sko svona 10 mínútum. Ég ætla að tók kardió í morgun. Ég er alveg þreytt í fótunum og ég er alveg með haspur eftir gærdaginn. Ætla að drekka. Og já, mamma þyrfti sko að passa. Hún er alveg smá eitthvað tæp, hún er að fara að gera eitthvað for dinner. Þannig að ég held að ég sé bara að fara að afbóka mig. Ég ætlaði að fá mér að borða og hugsa svo málið og heyra í mömmu þá ef að mér langaði að fara. Stutt ég að ég þyrfti að leggja af stað. Fara að koma heim. Jó, Laurumann ætla að fara í göngutúr. Ég kom í göngutúr. Já, við ætlum að fara með mat til Brynjas í vinnuna. Ég ger hamborgara og gos. Ólafur nartaði í hálfan hamborgara en lifði eiginlega öllu kjötinu. Skoti. Bæ Lúli. Hann eltir okkur örugglega. Lúli kemur örugglega með okkur. Hver er Lúli? Þannig. Ég held að Lúli komi með. Brynjar er búin að vera að koma heim sko alla vikuna að sækja mat en hann kemst ekki yfir núna. Þannig við ætlum bara að sækja vagnin og fara með þetta til hans. Svo er Lúli bíti. Nei, koma hér. Og pappa þú inna? Pappi. Hæ. Hæ, koma til þig. Takk fyrir mig. Pappi komin. Við ætlum bara að fara onni. Pappi. Ég var fyrir sund? Já. Já, hann ætlaði bara að fara onni því hérna með laugina þegar við fórum út með hann. Þannig að Brynjar ætlaði að ná í lánssundból og það er bara geggjað veður. Það er ógeðslega svona vorlegt veður. Klukkan er alveg að ganga 10:30. Ég var að taka saman gymföt fyrir morgundaginn. Ég ætla að fara í svona Kensin, cute ball, svörstu buxum og svörstu topp. Bíður eftir mig hér. Ég er komin með töskuna mínar hérna. Við erum að taka úr þeim og setja í þær. Okay. Hvað er að sjá hárið mitt? Ok, við sem sagt endum í sundi út af því að bara Ólafur sá sundlaugina og var bara sjúkur og vildi bara frá henni. Þannig að ég fekk eitthvað lánsundból og fórum bara í smá sund, það var rosalega kósí. Það er líka svo næs af því að það er bara bjart klukkan 6. En Ólafur var alveg smá lengi að sofna, hann sofnaði 9. Ég held ég að byrja að reyna að svæfa hann 8 sko. Þannig að, heyrðu, meðan ég man, ég er alltaf með eftir að taka vítamínu mín þegar ég er að vlogga hérna, þá sé ég þau alltaf hérna, þetta er annað sinn. Ég er bara að skipuleggja morgundaginn núna og ég ætla að taka smá þrif hérna eftir dinner. Ég borðaði eiginlega ekki kvöldmat í kvöld. Sundið ruglaði, ég ætlaði að elda með mat, þú veist, ég var búin að fara með matinn til Brynjars. En, þú veist, ég kom tilbaka þó bara var ég að reyna að fara að svæfa Ólafur og þannig já, ég nartaði eitthvað svona smá. Kom með skipuleggingsbókina mína, ég fekk þessa í Tiger í haust. Keypti hana einhvern tímann í einhverju vloggi hérna fyrir þá sem muna. Og ég bara nota hana alla daga og ég bara skrifa alltaf dæmin upp í hana. Mér finnst svo gott að hafa svona yfirlit yfir hvað ég er að fara að gera. Sérstaklega svo í vinnunni, þú veist, þá bara, þú veist, já, skrifa, þú veist, hvað ég með marga kuna og hvort ég sé að vinna og eitthvað svona lala. Morgun er February 14. Ekki bara vandlustæður, heldur á líka Gunnar sig afmæli. Til hamingju afmæli Gunnar, eða svo horfa. Gunnar er low-key
hardcore fan af vlogunum, sko. Ég skráði mig í 8:30 World Fit á morgun og ég svo spennt. Mér finnst svo perrandi út af því að, þú veist, mánudagar, miðvikudagar og fimmtudagar eru allir svolítið svona styrkur og svona hægar æfingar í Hafnarfirði og Kringlunni sem svona gyminn sem ég myndi fara í, ég fíla Hafnarfirðin. En á þriðjudögum og föstudögum virðist vera svona keyrsla sem ég fíla. En mér skemmt pirrandi að það sé bara 2 þannig æfingar í viku en þannig ég þarf að reyna að fara alltaf á þriðjudögum og alltaf á föstudögum þegar ég þarf ekki að fara með Óli í leikskólann eða þegar ég kemst í hádeginu eða eitthvað. Ég ógeðslega spennt fyrir æfingunum á morgun. Hún að fara að vera killer. Ég alveg smá glöð að ég tók ekki spinning á þann og þá hefði ég verið alveg frekar þreytt í líkamanum á morgun. Ég að reyna að preppa sérstaklega þegar ég mæti á svona snemma æfingar. Ég að fara að vakna þá 7 á morgun cirka. Þá finnst mér bara svolítið næs að það sé bara allt klárt að bíða eftir mér hérna frammi. Þannig að eina sem ég þarf að pæla í bara að fá mig kaffi, klæða mig í föt og koma mér út, þú veist. Því ég alveg svolítið hæg á mótnana. Þannig þá þarf ég ekki líka að vera hvað föt á ég taka með mér, hvað er ég að gleyma. Ég bara gera allt kvöldið áður. Kaffið er tilbúðin í ísskáp. Ég ætla að reyna að fara snemma að sofa. Síminn minn er búinn að vera læstur síðan klukkan 9. Þannig já, en annar rútínudagur. Það vlogga morgundaginn líka, Valentine's og reyna að vera dugleg og mæta æfingu og góða nótt. Góðan daginn. Ég kom inn í gymfötin og ég var bara að fara út þegar þessi kom fram. Þannig ég aðeins að heilsa upp á hann og svo ég að fara á æfingu. Ég tók með mér skyr til að borða eftir pottinn af því ég ætla í, þú veist, World Fit og svo pottinn og svo bara gera mig til í rólegheitunum og ég taka hleðslu líka. Þannig hleðslu og svo gerði ég ekki próteinpönnukökur, en svona eggjapönnukökur til að borða. Og svo ég að fara að vinna. Ólífur að horfa á smá tör. Viltu fá skvísu? Ekki strax. Ok, ég kom fyrir utan World-class, Hafnarfirði, Völlunum. Og það 3 mínútur í voddi þannig að hlaupa inn, en ángríns, ég svo stutt að keyra þetta. Mér líður alltaf þess að ég sé svona 20 mínútur á leiðinni. Ég var alveg stressað og ég myndi bara með þetta seint, en ég var ángríns svona 8 mínútur á leiðinni. Og ég svona sá inn í salinn, það voru bara 2 komnir að hitti. Álegar 8:30 voddin sko ógeðslega óvinsæl, en það þú veist, það sem henta mér bara best, allavega þegar Brynjar getur verið heima. Það eru 14 af 30 skráðir. Og sko alltaf þegar ég hef kíkt á skráningu þá hafa verið bara eitthvað 3-4 skráðir. Ég hef 2 mættingað og þá vorum við svo vorum held ég 5 og svo 4 í hitt skipti. Og ég alltaf stressað á tímunum verði aflýst og þú veist, maður vill heldur ekki að þessu og fáir bara upp á svona stemminguna. En ég samt vona, þú veist, að það verði ekki tróðið, en greinilega föstudagsvot eru vinsælust, þetta er líka mjög skemmtileg æfing. Já, ok. Ég er líka svo spennt að vera í pottinn. World Fit mótnar eru byrjar að vera bara uppáhaldsmótnarnir mínir eftir að ég uppgötaði pottinn. Mjög kósí pottasvæði á Völlunum og ég hef líka bara, já, þegar ég fer, þú veist, á 8:30 þá hef ég svo mikinn tíma áður en ég þarf að, þú veist, fara að gera eitthvað, eða fara að vinna og svona. Ok, ég ætla að fara að hlaupin. Ég er að tjekka sólina. Það svo fallegt úti, það svo bara, mér líður bara svo sumar fyrir utan kannski hitastigið, en það ekki það kallt. Ég var bara að leggja heima, stoppaði í Hagkaup á leiðinni heim og keypti lottómiða og St. Laurent rakspíra fyrir Brynjar og setti svona valentínsorslaufu á hann. Honum pottet grunar ég hafi verið að gera það eða hann heldur ég hafi stoppað bara í matarbúð út af því ég var smá lengi á leiðinni heim. Ég var líka að tala við Ástu allan tíman þegar ég var í Hagkaup og hún var sjálf í búð sem er með ylvötana. Við vorum að lykta af sömu rakspírunum og hún var að hjálpa mér að velja. Ég sé blóm. Hei! Hei. Þú eitthvað fyrirgað? Ert þú að taka upp? Ég kom ekki upp fyrir þig. Fíla karamellur, ég valdi með
Nammi og blóm. Fekk mamma blóm? Á ég að opna blómin? Já, eru þau ekki í vatni? Hæ, Jessi mín! Má ég fá knús? Oliver? Knús! Fengum bæði valentínsgjöf. Bara spruta. Finnur þú? Hæ, Oliver. Til þefa? Það ekki komið lyktarskinn, held ég. Jú, sérstu. Þefa? 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 Nei. Ekki gott. Mamma þefa? Ekki súpa. Hæ, Lúlli. Lúlli á aðdáendahóp á YouTube, vissir það? Ja. Og TikTok. Þú frægur. Oliver, viltu koma í sund? Koma í sund? Já. Hvað er sundgalinn? Spurning hvort að þessi passi ennþá og hvað langt síðan að fóra í þennan. Ok, jú, það passar. Geima keksið. Leika með dýrin. Ætlarðu að taka dýrin í bað? Oliver fær alltaf að velja sér dýr til að taka með sér í sund. Hvað ætlarðu að taka? Búinn. Hestin og 2 með mér. Komin í sund. Það getur ekki verið allir þessi bílar séu fyrir sund. Það er sér stappa. Það var komið fyrir Stöðina? Já. Já, við ákomum fyrir Suðurbæjarlaug. Mér finnst það svo næs. Þegar heitur báttur með rennibraut. Og brúsan. Mér líður þess að ég sé komin í helgarfrí. En ég er að vinna á morgun. Hæ? Viltu geima? Nei. Við erum komin heim. Við keyptum ís fyrir Oliver til þess að hann kæmi upp úr sundi án þess að vera með vesen. Og ég fekk mér líka. Þetta er kvöldmaturinn minn í kvöld. Mér bara langaði ekki í neitt annað. Þetta er kvöldmaturinn hans Brynjars. Ég er að fara að elda fyrir hann. Ég ætlaði að gera þessi steik fyrir Brynjar. Það reyna að gera hana medium rare fyrir hann. Og mér er svo pakninga með svona kisses. Ég er sko alltaf að fá á TikTokið mitt fólk, ja, það er svona, ég með það er sko ein gæla sem er alltaf að fá á TikTokið mitt, bandarísk, og hún er alltaf að borða, hvernig er ég ekki bókus, hún er alltaf, þú veist, elda sér steik og borða hana, og eftir ég byrja að horfa á hana, byrja að fá fleiri gælur og borða ekki steak talk, og mér finnst það geggjað, samt borða ég ekki kjöt sjálf, en ég er alltaf að horfa á þær voru kjöt og mér finnst það get juicy og stundum er ég bara á maður bara að smakka. Ég myndi segja, þú veist, helgar þá er ég ekki í rútínu og mér finnst það alltaf í lagi, þú veist, eins og þegar ég geri matseðil fyrir vikuna, þá ger ég alltaf bara mánudag til föstudags, af því ég veit að maður getur einhvern veginn aldrei planað helgar, sérstaklega þegar þú ert með barn, skiljum þá er barnið heima. Þannig að rútínan mín er ekki lengur í gildi yfir helgina, en ég er semst að vinna á morgun á laugardegi út af því að það er vetrarfrí hjá Oliver í næstu viku og Ásta er að koma og ég ætla bara að vera í fríi þá. Sjá. Sjö? Á ég að hafa þetta í eða? Hvað? Það ekki. Það er einhver hérna sem er eftir að blómstra. Á ég að taka þetta? Það hafa bæði. Það er bæðið að setja eitthvað í hér. Ok, skerum í steikina. Tjekkum þessari. Brynjar smakkaði og hann sagði að þetta verið gott. Mjög gott. Nú ætlum ég að sitja á móti þér og horfa þau borða þetta. Ángurís, mér er bara svo satisfying að horfa fólk borða steik. Ef ég myndi samt fá mér steik, þá myndi ég þurfa að fá mér well done. Ég vildi það líka alltaf áður en ég var grænmetisæta. Ég sest niður. Óli er hér. Hann þarf að fara að sofa bráðum. En
Ok, glöðið sléttum mér hárið ekki, það er alveg... Það er náttúrulega ekki hægt að fara með þurrt hár í barnalaug. Það voru bara hoppandi krakkar út allt, meðal annars mitt barn. En já, takk fyrir að horfa á þetta vlogg. Ég er farin að edita það svo ég geti komið upp á örugglega morgun, kannski í kvöld. Ég mun örugglega halda þessu vloggstriki áfram og taka upp eitthvað svona vetrarfrís-vlogg. Ég er að reyna að gera lengri vlogg eins og þið kannski takið eftir. Seinsta vlogg var mjög langt og þetta vlogg er frekar langt. Við sjáumst næst. Bye!